Fötlunarfræðin styður við þá hugmyndafræði sem ég lærði í túlkanáminu að fólk á rétt á því að vera þeir sem þau eru. Fötlunarfræðin tilheyrir þeim hópi fræðigreina sem að snúa að minnihlutahópum og sprettur upp úr baráttu ýmissa hópa sem hafa búið við mismunun og valdaleysi, og þessar fræðigreinar eru meðal annars kynjafræði, hinseginfræði og ýmis þjóðernis minnihlutahópafræði. Það sem að einkennir þessar fræðigreinar meðal annars er áhersla á að fræðin séu ekki bara þessa hópa, heldur líka fyrir þessa hópa og eigi að stuðla að jákvæðum félagslegum breytingum. Þar er lögð mikil áhersla á samstarf milli baráttuhreyfinga þeirra hópa sem að umræðir og fræðigreinana sem að snúa að þeim. Þannig að þessir fræðigreinar eru mjög svona kraftmiklu samspili við daglegt líf fatlaðs fólks. Og það er eitt af því sem gerir fötlunarfræðin mjög spennandi grein, því að hún tengist svo mikið daglegu lífi og baráttu fatlaðra einstaklinga í íslensku samfélagi. Fötlunarfræðin hefur gefið mér tungumál, hefur gefið mér sjónarhorn og hefur gefið mér verkfæri að berjast fyrir mannréttindum. Bakgrunninn minn er sem sagt úr heimspeki og mér langaði sem sagt að kanna og skoða fötlun út frá ríkjandi mannskilningi og ríkjandi hugmyndum réttlæti og fegurð og athuga hvernig þessi þættir hafa áhrif á sjálfskilning fatlaðs fólks. Fyrir mér er fötlunarfræði lífssýn. Hún staðfestir þá skoðun mín að samfélag eigi að vera fyrir alla. Fötlunarfræði er ung fræðigrein sem leggur áherslu á félagslegan skilning á fötlun og þátt menningar og umhverfis í að skapa og viðhalda fötlun. Markmið námsins er að veita nemendum fræðilega og hagnýta þekkingu á þáttum sem varða fötlun og fatlað fólk. Fötlunarfræðin endurspeglar líka vaxandi áhuga á fötlun sem hluta af mannlegum margbreytileika, og nálgun fötlunarfræðinar einkennist meir og meir af félagslegri sýn og áherslu á jafnrétti og mannréttindi fatlaðs fólks. Fötlunarfræðin er afskaplega mikilvæg fyrir alla öryrkja. Hún hjálpar okkur að meta stöðu okkar, hjálpar okkur að gera okkur grein fyrir hvernig við eigum að haga baráttunni, hjálpar okkur í baráttunni, hjálpar okkur við að fá rök gegn valdamönnum og aðstofar okkur við að kynna hugmyndafræðina, kynna hugmyndafræði félagslega sýn á fötlun sem er afskaplega mikilvæg. Námið er þverfræðilegt og nemendurnir okkar koma af hinum ýmsu sviðum háskólans, menntavistasviði, hugvistasviði, félagsvístasviði og svo framvegis, og við leggjum mikla áherslu á að nemendur geti tengt námið við sín áhugasvið. Nú starfa ég hjá Öryrkjabandalagi Íslands og nám mitt í fötlunarfræði, sérstaklega það sem lagt er áherslu á félagslega sýn á fötlun, nýtist mér mjög vel í starfi mínu, til dæmis við stefnumótum í málefnum fatlaðs fólks. Fötlunarfræðin fyrir mér er sjónarhorn, tæki sem er hægt að nota til þess að rannsaka ólíka þætti í samfélaginu. Og mín nálgun við fötlunarfræðina er í rauninni strax í gegnum þjóðfræðina, þaðan sem ég kem. Og það sem að ég nota þau tæki sem að fötlunarfræðin færir mér sem fræðigrein til þess að skoða þjóðfræðiefni og menningararf út frá sjónarhorni fatlaðs fólks, út frá kenningum fötlunarfræðinar. Námið nýttist mér afar vel í starfi þar sem að ég hef kynnst nýrri hugmyndafræði sem byggir á félagslegri sýn á fötlun og er ólík þeirri sýn sem hefur verið ríkjandi í kerfinu. Í stað þess að líta á fötlun sem galla á einstaklingnum eða afbrigðileika, að þá leggur fötlunarfræðin áherslu á umhverfið og ýmsar hindranir í umhverfinu sem að iðulega skapa fötluðu fólki mikið meiri vandamál heldur en skerðingin. Þessar hindranir geta meðal annars falist í manngerðu umhverfi, svo sem tröppum og óaðgengilegum byggingum, en ekkert síður í félagslegum þáttum og menningarlegum, svo sem fordómum og staðalmyndum, neikvæðum staðalmyndum af fötluðu fólki. Góðan daginn. Við getum ég að tala í samvændi aukið aðgengi hér í Háskólatorgi og auknar leiðarlínur. Halló!
Halló, ykkur að tala við mig hérna? Hvernig á að tala við hérna saman til auki aðgengi fatlaðra hérna á önglar línur hérna á Háskólatorgi hérna? Öll höfum við okkar sérkenni, en þegar kemur að því að taka þátt í margbreytilegu háskólasamfélagi þá erum við hluti af heild, því við erum jú öll háskólanemar. Fötlunarfræði er ekki bara fyrir fatlað fólk, en hún dregur að sér ólíka hóp nemenda sem gerir miklar kröfur meiri og betri þjónustu. Bætt þjónusta eins hóps skila sér í bættir þjónustu allra háskólanemenda og eykur leið gæði skólans. Með kraftmikilli námsbraut í fötlunarfræði sýnir Háskóli Íslands hug sinn í verki með margbreytilegu háskólasamfélagi.